Það sem við ætlum að gera núna að við ætlum að tala skipanir og við ætlum að tala uppáhaldsskipanina okkar, ég og Steinar. Og það vill svo til að við eigum sömu uppáhaldsskipun. Og það hvaða skipun, Steinar? Það að vera kjur, bíða, stopp. Akkurat. Sem mjög mikilvæg skipun. Við ætlum líka að tala mikilvægi þess að þegar við erum að kenna hundi eða þjálfa hund. Mikilvægi þess að byrja á byrjunni, ekki hoppa yfir reiti. Og það svo mikilvægt sérstaklega út af því að eins og við erum búin að tala áður, þá svo mikilvægt að hundurinn hafi sjálfstraust og hann hefur áhuga á því sem verið að gera. Akkurat. Þannig að ef við hoppum yfir reit og förum að gera eitthvað sem hundurinn skilur ekki og ekki tilbúin í námslega, þá hættan sú að stresslefillinn hækkar og á sama tíma hann hækkar mikið, þá lækkar námsgeta. Já, akkurat. Og þá sitjum við bara kannski uppi með hund sem er fráhverfur því sem við ætlum að fara að gera í staðan sem vera opinn og móttækilegur fyrir því. Akkurat. Þannig það svo rosalega mikilvægt að stilla alltaf æfingun upp á þann hátt að hundurinn sé að fara að skilja sem við að gera og þá líka fáum við glaðan hund sem er tilbúin til að bjóða sig fram. Akkurat. Og við ætlum að sýna aðeins hversu langt hægt að fara til dæmis með eina skipun ef við förum bara í niðurskipun eða leggstu eða liggskipun sem þýðir bara að leggjast niður og að mínum að til vera kjur þangað til að hann heyrir annað, þangað til fær kall eða nafnið sitt eða þannig. Þannig að ef við förum aðeins í þessa skipun og sýnum bara aðeins hvernig þetta byggja hann upp, þannig að hún verði mjög góð og að sé hægt að gefa þessa skipun þó hundurinn sé í burtu frá manni. Akkurat, fjarlæga stjórnun. Já. Og líka það kannski má nefna það að það líka mikilvægt við að kenna hundum þessa skipun er svo að þú kannski þú hefur stjórn á honum í fjarlæg. Segjum að komi bíll keyrandi og hundurinn að hlaupa til þín. Þú getur sagt honum að setjast, leggjast niður, kviss bang. Þetta mjög mikilvægt og eins það setja hann einhvers staðar niður og hann bíði þangað til hann kemur aftur. Þú getur alltaf að binda hann. Það hjálpar til við rosalega mörg vandamál, getur sagt. Þessi eina skipun, hún getur hjálpa til við aðskilnaðarkvíða, við að sníkja, við að fá gesti. Það svo margt sem hún getur hjálpa til með, þannig að eigum við að vinda okkur í hana. Vindum okkur í það. Já. Við ætlum að fara aðeins í niðurskipun og þegar maður að kenna skipun sem mann langar svo að fara með í fjarlægastjórnun, að kenna skipunina þannig að hundurinn ekki endilega hjá manni, þá samt alltaf þannig að maður þarf að byrja með hundinn nálægt sér. Og Sómi hérna, hann elskar hann að bolta og þess vegna finnst mér mjög gott að nota hann sem velun. Og þess vegna byrjum við þannig að hann bara hjá mér og ég segi niður, niður, duglegur. Hann fær boltan í velun. Þegar hann góður í þessu, þá segi ég honum að setjast og ég labba eitt skref frá og segi niður, flottur. Hann fær boltan í velun. Og það sem ég ger í rauninni að lengja bilið alltaf. Ég lengi bilið og ég verð bara að finna það svolítið á hundinum hversu langt tilbúinn hann að fara. Þannig að prófa hingað, niður, duglegur, flottur. Þetta bara að gera að taka þetta í litlu skrefum til þess að þetta gangi vel. Fara ekki að stökkva yfir eitthvað of erfitt strax. Svo prófa þetta eins og enn. Niður, flottur. Hugmyndin síðan að geta í rauninni gefið skipunina þegar hundurinn frá, eins og ef ég gef skipunina núna, niður. Og hundurinn í rauninni á að vera í skipun, þangað til ég annarkot fer til hans eða kalla nafnið. Sómi, Sómi, já, flottur. Og alveg sama í rauninni hversu oft, ég minna Sómi orðinn 8 ára, ég alltaf jafn glöð þegar hann gerir þetta. Og alltaf jafn ánægð með hann og þakklátt fyrir að hann hafi verið að hlusta á mig. Og síðan bara spurning að æfa þetta vel, þannig að hundurinn verði bara mjög góður í þessu, þannig að hann haldi skipun þó að sé áriti í kring. Niður. Sómi, já. Vatnið.
aðeins sest niður og mér langaði svo að ræða við þig, Steinar, í sambandi við það að þú ert nú vinnuhundaþjálfari, myndi maður segja. Er það ekki rétt hjá mér? Jú. Maður myndi áætla að þú myndir vinna mikið með stóra og sterka og kraftmikla hunda. Já. Og ég þess vegna með smá gjöf fyrir þig. Já. Ertu tilbúin? Já. Ertu búin að loka augunum með það? Já, ég skal gera það. Hvað með það? Gjörðu svo vel. Heldur að þessi ekki yrði bara frábær í þetta starf sem að þú hefur verið að gera það? Þetta er meira grútið. Hvað er þetta eiginlega? Þetta er hvolpur, þetta er hann Marvin. Þetta er Marvin? Já. Marvin Gaye? En hvað, heldur þú getur þjálfað svona hund í vinnu eða? Sem leitarhund? Já. Fara hann ekki bara í hvað, líkamsleit eða? Ég get notað henni líkamsleit. Fylgir á vasilíntúpa með honum? Já, ég veit það ekki. Þetta er ægilega grút. Þetta er grút, heyrðu. Já. En það er spurning með þessa litlu. Þú veist, hvernig þjálfun þurfa þeir? Þurfa þeir eitthvað öðruvísi eða eru við... Ég held sko, ef ég var að leita mér að vinnuhundi, þá held ég að ég myndi nú ekki kannski nota Marvin. Hann er svona hendarbett sem heimilishundur kannski. Já, hann gerir það, heldur en margur annar. En svo erum við þessar smáhunda sem menn misskilja oft og kannski gleymist oft þegar fólk fær sér smáhund, þá gengur oft út frá því að það sé ekki eins áreiðandi að hlýni þjálfan eins og stóru hundan. Hann megi bara vera upp í rúmi og dúllast eitthvað með greið og það sé svona bara eins og unga barn sko. Akkurat. Og þau eru ekkert að kenna honum að hlýða. En það er stór misskilningur. Þeir þurfa að hlýða alveg svo stóru hundarnir. Akkurat. Og við kennum þeim eins og stóru hundunum. Já. Þetta er sama mekanikki hérna upp í kollinum á þeim og það er ekkert síður nauðsynlegt að aga það og líniþjálfa það og kenna þeim svona þessi helstu atriði. En góða við það að maður getur gert það hérna sitjandi með hann upp á borði. Já. Ertu með eitthvað nammi? Já, alltaf eitthvað nammi. Þetta er Marvin. Hvað er hann gamall? Hann er sem 5-6 mánaða. 5-6 mánaða? Já. Þetta er svona mini ísbjörn. Já. Ég skil alveg að það sé stundum erfitt að halda reglum og svona leyfa ekki bara allt þegar maður er með svona lítinn og sætan hund. Svona kósí. Ef atkvæmt að Marvin kann að setjast. Sestu. Hann sjáðu. Hérna. Sestu. Þetta er svo stórbita, hann kapnar á hann. Já, ég þarf bara alveg eitthvað. Bara flís. Já. Hérna. Þetta er bara eins og tertusneið þegar maður er með stóra bita. Sko. Sjáðu. Og hann er svona, virkar alveg frekar svona róleg týpa finnst mér. Já, hann er alveg ísaður. Hann er ekkert að stressa sig of mikið á hlutunum. Og svona alveg, hérna. Ef að setjast, sestu. Hann þarf smá tíma í þetta. Já, hann er ekki nógu áhugasamur að geta verið... Maturinn er kannski ekki mótið þeirra. Nei. Heyrðu. Marvin, ef að prófa að þú vilt gera eitthvað fyrir nammi. Ná aðteklinn hjá honum. Þetta. Já, maður sjá. Þarna er umhverfið og svona svolítið að trufla hann. Já. Og hann er kannski ekki alveg til í að vera að læra eitthvað þessa stundin, en það breytir engu, það er allt í lagi. Já. Svona. Við grípum bara tækifærið þegar hann er tilbúin. Já. Svo getur vel verið bara það að breytum aðstæður, vera komin út og svona, það hafi áhrif. Já, og það sem við vorum að tala um hérna áður að hérna það er svo mikilvægt að byrja að kenna þeim í umhverfi sem eru öruggir í og þeir þekkja og er svona steriliseraða, engin truflun. Já. En nú er komið athygli á bitanum. Hérna. Þá er bara haldinni. En þú segir hans í 5-6 mánaða. Já. Þannig að það er svona fyrir að styttast í fyrra gelgjuskeiðið hjá honum. Já. Hvað gerist þá? Hvað gerist þá, Steinar, í gelgjunni? Þá fara hormónur á fleygiferð. Sestu, já. Og hérna, sumir vilja meina að það er missa hans heyrnina. Já. Þetta er bara ekkert ósvipað með okkur mannfólkið. Já. Ef við komumst á gelgjuskeiðið og svo seinna gelgjuskeiðið. Já. Hérna. Þá er oft sem fólk gefst upp. Þetta er aft aldurinn sem fólk gefst upp. Já. Þeir hafa styttri einbeitingartíma, þeir eru mjög uppteknir af umhverfinu oft og fara að vera pínu stressaðir oft. Já. Og þeir byrja að merkja og kallhundarnir
sumir hverjir, en þetta er einstaklingsbundi hvað þetta leggst þungt á gelgjana, en hún gengur yfir. Akkurat. Hafa það í huga. Já, og fyrir eigendur að bara í rauninni að taka sér taki með þjálfuninni í staðan fyrir að segja æ, þetta er gelgjan og gera ekki neitt. Já. Heldur aðeins kannski að skerpa þjálfun á meðan. Endilega halda þeim efni. Og vera einmitt þolinmóður. Vera þolinmóður og miða þjálfun út hvað er hundurinn. Já, en Marvin er svona takmarkað, sko, Marvin hann er takmarkað áhugasamur þetta. Hvernig er hægt að kveikja meira í svona hvöt, þú veist, þegar hundar eru ekki með nógu mikla kannski matarkvöt eða leikfangakvöt, er þá ekki bara að leika mikið með þá? Jú. Með annað bolta eða nammi? Með bolta eða nammi, og gera það skemmtilegt í því? Og síðan fara að setja það í skipanir og þjálfun? Jú, að gera, en hérna, þú getur þá eitt þennan áhuga aðeins, þú getur aðeins bætt við það, en mest kemur koma þessi drif bara frá náttúrunnar hendi. Akkurat. Þetta er meðfætt, þetta er genin. Akkurat. En ég er með annan hund. Já. Hvernig líst þér á þessa? Þú veit bara með, hvað kemur með næst? Það er bara spurning. Heyrðu, þetta er pugg. Þetta er pugg. Já. Þetta er nefnilega sko orðið svo vinsælt, þessi smáhundar. Já. Og sérstaklega þegar það er verið að koma að leita til mín með vandamál, smáhundarnir, þeir koma alveg jafn mikið á þessu stóru. Já. Þannig að maður er alveg búinn að sjá það hversu nauðsynlegt það er að þjálfa það. Já. Og það er svo mikilvægt að þeir kunni til dæmis að stoppa og bíða stundum og mikilvægt að þeir kunni að til dæmis eins og ef sumir fara að verja, eigendur sína, þeir fara að verja rúmið ef þeir fá svo upp í rúmi, fara að verja matið sinn og allt svona. Og sérstaklega ef það er eitthvað svona litlar hegðunar svona breytingar eða neikvæð hegðun er komin, þá er oft eins og eigendur sem eiga svona litla hunda gera ekki mikið úr því. Út af hundarnir eru svo litlir og það fer minna fyrir þeim. Já. En það er alveg jafn mikilvægt að skoða allt svona með þessa litlu. Algjörlega. Líka bara fyrir þeirra velferð. Að vera ekki stressaðir, að fá ekki að sko vaða upp allt. Allra vegna og setja þeim eins og með hinna stundana, setja þeim búa þeim einhvern ramma, setja þeim reglur og hlýðni þjálfa þá. Akkurat. Þá verða þeir svo skemmtilegir. Mér finnst svo gaman að sjá, ég sé fólk út á götu með smáhund, labbandi svona smekklega við hliðina á þeim. Akkurat. Ekki flexitum, kannski dragandi út allt sko. Þó sé góðu lagi að nota flexitum, en mér finnst ofsalega gaman að sjá vel lagaða smáhunda. Já, akkurat. Það er það og það er alveg jafn nauðsynlegt og með stóru hundana að aga þá vel. Já, og akkurat eins og með þessa dúllu, líka að kenna þeim umgangast aðra hunda. Já. Og vera í rauninni bara duglegur að passa sig ekki að verða með of mikið agaleysi, eins og maður segir. Já. Allt eins og maður segir, ef maður vill að hundurinn fari upp í sófa, þá kannski kenna honum að biðja um leyfi. Já. Í staðan fyrir að fá bara rjúk upp í sófa. Já. Og alls konar svona, þannig að auðvitað meiga þær oft meira, þessi litlu. En maður þarf samt að fara bara... Það er tilneigingin. Já. Ég myndi ekki vilja leyfa sérfötum mínum að vera upp í sófa eða rúmi hjá mér. Nei, akkurat. Maður kannski er aðeins kærulausari með þessa. Já. Þessa hunda. En já, aga. Já. Aga og ramma, það er mjög mikilvægt. Og já, kenna þeim og innkallið, gangi í taumi, allt þetta, alla þessa grunnhlíðni, alveg jafn mikilvægt með þá eins og stóru hundana. Akkurat. Sjá, nú er Marvin alveg pollslakur, sko. Já. Ha? Akkurat. Ég var aðtöku hvort að... Hvað heitir hún þessi? Þetta er hún Freyja. Ætli hún sé matargat? Ég var aðtöku hvort að hún sé til í mat. Smá nammi. Já, sæll. Þannig. Fyrst ætlaði að brjóta þetta hérna. Já. Og ég var aðtöku hvort hún vilja setjast. Sestu. Já. Hún er svona bleikum brjóstahaldara. Já. Já, bítu. Sestu. Já. Flott. Krumpuð í framan. Já. Það eru sumir sem eru rosalega mikið fyrir svona krumpað hunda, bólabíta. Já. Ég skal viðurkenna það að ég er í þeim hópi. Já. Ég finnst bólabítar og svona hundar algjör dúllur og gaman að þeim. Já. Ég get að loka hérna þessu. Hérna, sestu. Sestu, já. Marvin er svolítið svona með hugan út og suður. Já. En það er gaman að sjá það.
Það er gaman að sjá hvað þetta eru ólíkir karakterar. Já. Þetta eru mjög ólíkir karakterar. Hann er meira svona... Það er svona yfirvegaður og slakur. Já, yfirvegaður og slakur og þessi er alveg til í nammið og svona aðeins orkumeiri. En eins og með hann þá held ég að vera bara best að byrja að kenna honum svona þessi grunnatriði bara heima sem hann þekkir sig. Já. Og er alveg slakur, það er ekkert í umhverfinu sem er að trufla hann. Akkurat. Nú er komið á þessu. Já. En segja, einbeitingin er svona pínu svona á reiki. Akkurat. Og hvað þá þegar komið svona flott dama hann á Já, kantinn? segi það. Hvað er athygline þá? Norinn. Hún er ekki á namminu. Já, bara, ég ætlum bara að chilla, segir hann hérna. Akkurat. Þú mátt alveg gera það. En heldur að þessi er ekki betri í til dæmis leit? Rústaleit eða eitthvað? Allt í lagi. Jú, þetta er flott skvísa. En það, maður má ekki gera lítið á því, þeir hafa allir gott þefskinn hundarnir. Já, akkurat. Hundurinn hefur alveg gríðarlega mikið þefskinn og það er náttúrulega eitt af þeirra helsta skilningavitt. Já. Og það hefur eftir að segja betur frá í hérna næstu þáttum. Ég er komin hérna með Maríu Björk Guðmundsdóttir en hún er formaður félags hundaeigenda á Akureyri og mér langaði svo aðeins að spyrja hérna út í félagið, María. Hvernig var þetta félag til og hver er markmið og tilgangur með félaginu? Þetta félag er stofnað 2. apríl 2011 og er rauninni stofnað 25 manns sem bara var svona hundaáhuga fólk sem var mikið á hundasvæðinu Blómsturvöllum og þeim fannst að vanta félag bara svona fyrir svona félagskap. Og þannig að það var stofnað bara með pomp og prakt, eins og ég segi, 2. apríl 2011, er nýórið 4 ára núna. Og tilgangur félagsins er rauninni bara að efla, efla hérna bara svona hundastarf, að fólk sé að hittast. Við erum að reyna að miðla fræðslu, fá fólk til að hittast og hreyfa sig og svo sjálfsögur líka að hafa áhrif á þessa hundamenningu, hafa áhrif á bæinn, hvernig við getum bætt hag hunda og hundaeigenda í samfélaginu. Akkurat. Og eru þið þá með reglulega viðburði? En svo eru þið með eitthvað vikulega eða mánaðarlega? Eða? Já, sko félagið hefur stækkað, eins og segi, upphæði verið þessi 25 manns og við höfum tekið alveg átak núna síðustu árin og við höfum aldrei verið fleiri. Við erum orðin 130 í dag félagar og bak við eitt félag getur verið fleiri en einn hundur og það er ekki eins og allir sem eiga hunda. En við höfum hérna líka aukið viðburðinn okkar og erum með marga viðburð á viku. Það er fast alltaf á hundasvæðinu á Blómsturvöllum á laugardögum kl. 11. Þá erum við bara að hvetja fólk til að koma og nota hundasvæðið. Svo erum við með smáhundahitting á hinu hundasvæðinu á Borgum, alltaf á laugardögum kl. 1 segi ég. Og þá er svæðið lokað fyrir aðra en smáhundaeigur á þeim tíma. Já. Og það hefur verið mjög vinsælt. Og svo yfir vetrartíman höfum við farið á lausagöngu á Gáseri, bara einu sinni í mánuði samt. Það er á sunnudögum kl. 10, annan sunnudegi í mánuði. Og svo vikulega innanbæjargöngur. Það er rótera svolítið og þá er þetta hugsað bara sem bæði svona gaman að hitta aðra hundaeigendur og líka bara svona sem umhverfis sjálfun. Það hittast bara allir hundarnir í taum, það fá ekkert að heilsast og við löpum saman í bæinn. Reynum að vera áberandi líka í leiðinni og svo bara, eins og segi, góð umhverfis sjálfun. En til að gerast félagi þá er hægt að senda okkur skilaboð, annarkvort á Facebook eða í tölvupósti affa@gmail.com og það er árgjaldið 2500 og fólk fær félagsskírteini á móti og það veitir afslætti hjá nokkrum samstarfsaðilum. Þannig að það er alveg hægt að græða að vera í félagi. Já, ég meina, er þetta ekki eitthvað sem að önnur sveitafélög ættu að horfa til og skoða? Jú, klárlega. Það er náttúrulega, það er til auðvitað félag ábyrgra hundaeigenda sem er á landsvísun en hefur í raun ekki kannski náð að vinna alveg allt landið ennþá. Þeir eru einbeita sér í höfuðborgarsvæðinu núna og svo minnir mig að
á Akranesi, það líka í Skagafirði held ég að hafa haft samband, það Hugur, veitum á Dalvík sem langar að stofna, það margir sem langar að stofna svona félög, sem svona þessi hagsmunafélög hundaeigenda. En ef það hugur í fólki en það svona hrætt við að taka fyrstu skrifin, getur það leita til ykkar? Já, vissilega. Við náttúrulega komum með 4 ára reynslu í þessum félagskap núna og getum alveg gefið ýmis góð ráð til þess að gera. En þetta kannski meira spurning líka bara að fólk hópi sig saman og bara ákveða að stofna félag. Það bara sækja kennitölu, skilurðu, vera kannski í sambandi við sitt bæjarfélag, að reyna að koma á góðu samskiptum. Kannski þess að skipti máli og svo náttúrulega þetta útfæra bara hver sem getur útfært fyrir sig, sko. Já. En núna ef ég var til dæmis hundaeigandi með hund sem væri erfiður með öðrum hundum, væri geltandi og æstur og mér gæti svona trú að sumir myndi vera hræddir að koma á hittingana. Já. Eitthvað sem þú myndi mæla með í sambandi við hundaeigandi sem hræddir að fara af stað? Já, nú einmitt sko, þetta svo klassískt vegna þess að ég svo ofta að hitta marga sem eru með hunda og segja, af hverju kemur ekki yfir hundið þinn? Hún svo óþekk. Og það akkurat, já, en óþekku hundarnir þurfa einmitt að koma. Og reyndar þægu hundarnir líka, vegna þess að fyrir mér allavega, ég náttúrulega engin hundasérfræðingur eins og þú, en það þannig, við sjáum þetta alveg, þetta alveg svona ákveðin kjarni, 10-20 hundar sem að mæta yfirleitt. Og við sjáum alveg, sko þegar kemur ókunnugur hundur, það kemur svona smá spenna og hann kannski geltir, en þegar lappitúrinn búinn, þá þetta bara einhvern veginn búið. Og þannig að þetta eiginlega allir hundarnir að kenna öðrum. Og fyrir kannski hund sem vanir að koma alltaf, þá það líka gott að fá þessa óþekku. Og svo einmitt sumir sem segja, ég þarf ekki að koma með minn hund, hann svo hlýðinn. Já, við þurfum líka að fá þá. Já. Því bara fjölbreytnara, því betri umhverfisþjálfun tel ég, sko. Akkurat. Mér finnst þetta stórsniðugt. Og svo líka daginn, þá var dagur hundsins, ekki rétt? Jú. Og hvaðan kemur það? Dagur hundsins? Já, sko, mér skilst það sé nú bara alþjóðlegur dagur hundsins. Þetta var ekki eitthvað bara litla Íslandi, þetta var bara út allt. Og fólk var einmitt hvatt til að pósta myndum af hundunum sínum á samfélagsmiðlunum og ég sá líka svolítið fallegt á einum stað. Þar var að tala akkurat dagurinn, þessi dagur hundsins, að hugsa svona hundin sinn, hvað hefur hundurinn minn gefið mér, eru við í góðum félagskap, og vera svolítið þakklátur fyrir þennan besta vininn sem nú sem betur fyrir yfirleitt, sko. En það sem við gerðum í félagi hundaeigenda á Akureyri, við hittumst á Ráðhústorgi, við hittumst í leikhúsinu. Og þetta var hvenær? Þetta var 27. ágúst, ég man það vel, ég átti afmæli þennan dag. Já, takk fyrir það. Takk fyrir það. Ekki slæmt? Nei, ég hélt upp á hann í mjög góðu félagskap, klálega, sko. En við hittumst þessi á leikhúsinu, við leikhúsið og löbbuðum inn á Ráðhústorg og reyndar í grenjandi rigningu. Það var ekki skemmtilegt veður og ég átti hreinlega bara ekki vona að kæmi neitt. En við vorum minnst okkur 25 hundar því að við vorum með 50 nammipoka og þeir kláruðust næstu allir. Og þetta var ekkert eitthvað brjálæðislega formlegt eða mikið. Við vorum með þessa nammipoka og hann, Viðar sem með Neronammi, hann gaf okkur nokkra poka. Og svo keyptu félagi líka smá nammi og við vorum að dunda okkur við þetta stjórnin að pakka sinn og gáum öllum með mikilli gleði. Og svo vorum við með að bjóða upp á klóaklippingu. Af því að náttúrulega margir sem eru rægi við að klippa klærnar og hún Fanney okkar í stjórninni stóð á vaktina og klippti að minnst okkur 15 hunda. Og svo kom hún Lena sem líka í stjórn og hún átti eitthvað svona græjur og legtæki. Þannig að það var þetta að prófa einhverja þrautabrautir. Og þetta hafi verið bara eins og hundlegilegt viður að þarna var minnsti hundurinn var svona og stærsti var hér og þetta gekk bara æðislega. Þetta var mjög gaman. Já, akkurat. Þetta náttúrulega bara frábært að hafa svona og vera duglegur í þessu til þess að vekja upp áhuga og fá fólk til þess að koma og vera með. Og eitthvað svona framtíðarmarkmið? Já, við náttúrulega viljum bara halda áfram, við viljum sem flesti séu í félaginu því að það bara þannig að því stærri sem við erum, því meiri áhrif getum við haft og það bara þannig. Og ég meina, ég fæ alveg fyrirspurnir frá bænum, hvað eru þeirra mörg? Og það hlustar kannski enginn á 20 manna hóp, en þú komið 130 eða 150 eða 200, bara setjum marki háttskilur, eða 500, að þá ekki annað hægt en að hlusta á okkur. Og við höfum vissulega eins og ég segi, ég meina, hundasöða borgum var ekkert til að engu, það var alveg baráttu fyrir þessu og miklu fundir og mikil vinna á baku þetta og við fengum þetta og það eru fleiri hugmyndir sem ég veit að hafa verið ræddar og það
eigum við að fá systkinaafslátt eða getum við fengið ormarhreinsuna aftur inn í? Eigum við að hafa tryggingar innifaldar? Það eru svona hluti sem eru praktískir, sem við erum alltaf að reyna að fá bara meira. Já. Æðislegt. María Björk, takk kærlega fyrir komuna. Já, takk fyrir mig. Og gangið bara rosalega vel í framtíðinni með þetta. Takk fyrir það, kærlega.